Þá það komið á heimsmálunum og ég ætla að slá á þráðinn til Hilmars Þórs Hilmarssonar sem staddur í Bangkok. Blessaður Hilmar. Ég ætla nú að byrja á því að biðjast afsökunar vegna þess að ég fæði hérna til þess að vera með svona skýringar á heimsfréttunum en staðan í dag og undanfarna daga svo óreiðukennd að það ekki nokkur von að okkur muni takast að greiða úr því held ég. Það veit eiginlega engin, eða svo miðað við fréttir, þá eiginlega engin leið að draga fram svona hvað raunverulega að gerast. Þetta mjög kvikt. Nei, það ennþá mikill ruglingur og þessi 28 punktar sem voru birtir þarna stríðsins hafa aldrei miklu kjaraflokki, sérstaklega í Evrópu og svo líka í Úkraínu. Og svo virðist vera ágreiningur innan Hvítahússins að utanríkisráðherrann ekki á sömu blaðsíðu og varaforsetinn. Þannig og Trump líka virðist vera skipt skoðun. Hann kom fyrst með þetta og vildi fá svar bara fyrir Thanksgiving, fyrir fimmtudaginn, vildi fá svar hvort að Úkraína myndi fylgja þessum 28 punktum. Hann búinn að draga í land með það núna eftir sín skil og sagði síðan að þetta veri ekki endalegt. Þannig að það er erfitt að átta sig á þessu máli og Rússarnir virðast vera nálægt í að geta fallist á þessu 28 punkta og ásakanir það að þetta hefði bara verið samið í Moskvu. Það ekki alveg ljóst hvernig þetta var samið. Ég býst við því að margt sem þarna hafi verið rætt í þegar Putin og Trump hittust í Alaska og Sergei Lavrov hann vísar alltaf í það fyrir hönd Rússana að hann vilji halda sig við það sem þar var rætt og mér skilst að þessi svona tenging á milli þessu 28 punkta en ég held bara að það sé hann sem ekki bil á milli og núna Marco Rubio farin að taka þetta og breyta þessu í 19 punkta og taka meira tillit til Úkraínu en þá spurningin hvaða Rússarnir gera. Ég hef alltaf talið, ég tel það ennþá að það beri svo mikið á milli að það sé ekki mjög líklegt að það nái samkomulag alveg á næstunni. En þetta náttúrulega eins og þú varst að segja, þetta náttúrulega alltaf fullir ferð og það erfitt að henda reiður á og það komin nokkrar ólíkar útgáfur af þessum pappírum sem í dreifingu sem maður að skoða. Já, ég meina okkur aðeins að velta einu hérna upp sem hvaðan koma þessir punktar, akkur koma allt í einu svona fram því að í Alaska-fundinum þá virtist Trump vera svona sirka á þessari línu og svo munum við það að hérna hann kallað dvergarnir 7 það voru leiðtogar Evrópu sem kom í Hvítahúsið til hans og svo kom Zelenski líka og þá svona vék hann frá þessu í september var hann kominn á það að Úkraínumenn gætu unnið stríðið ef að Evrópumenn myndu safna peningum til þess að kaupa vopn af Bandaríkjunum að þá myndu Bandaríkjamenn halda áfram að senda vopn til Úkraínu og líklega einhverja hernaðaraðstoð en þeir myndu ekki borga krónu og það var svona línan þangað til að þessi punktar koma svona skynsamlegasta skýringi sem ég fengi á því af hverju þeir koma svona skyndilega að Trump hafi fengið svona mat á stöðunni á vígvellinum að varnir Úkraínu væru við það að falla þeim gengi mjög erfiðlega að manna fremstu víglínu það nú sögur það að fólki eða mönnum fyrst og fremst sé bara reyndbind rænt og flutt á vígvöllin og síðan komu þessar fréttir spillingarmál það sem verið að stela ég held að sé næstu 13 milljarðar íslenska króna sem var nefnt í þessu máli sem eiginlega nánustu samstarfsmenn Zelenski sem tengjast því máli það kom bara upp rétt fyrir helgina og að Trump hafi bara metið það skyndilega að staðan væri þannig að það yrði að bara slökkva á þessu stríði í hvelli því að hættan væri sú að þetta gæti orðið ennþá meiri hörmungar fyrir Úkraínu bara á allra næstu dögum og vikum og þess vegna hafi fresturinn verið svona skammur. Kannt þú, því að eins og þú heyrir að þá eru menn bara að reyna að ráða í eitthvað sem kannski ekki þetta að ráða í hvernig Trump skiptir skoðun og hvernig ákveður hann byggir afstöðu sína. Getur þú eitthvað lagt til hvað veldur því að þessir punktar koma skyndilega fram? Já, ég held að málið sé mjög einfalt. Trump vill losna við þetta mál og hann vill búa til samkomulag sem hagstætt fyrir bæði Rússland og Bandaríkin. Hann vill það, maður sér það á samkomulaginu að ég meina Putin fengi að fara í G8 til dæmis, sem hann vill gjarnan gera,
Má ég skjóta því inn, Hilmar, ertu vissum hann vilji það? Því að ég man að hann var einhvern tímann að tala að þegar hann mætti, að þá voru hinir eiginlega búnir að ákveða allt saman áður en að kæmi og hann var svona að dissa svolítið veru sína í G8, sagði að hann væri svona auka persóna og þetta væri allt, það væri svona skuggastjórn í þessu, það væri eiginlega búið að ákveða allt þegar hann mætti. Þetta var fyrir nokkrum árum. Ég held að að Rússland vilji auka sinn veg á alþjóðavettvangi. Ég held að það getur vel verið að hann sé í minnihluta á G8 en hann fór á þessa fundi og þarna líka verið að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússland sem væri mjög mikilvægt og þarna væri samvinna milli Bandaríkjanna, það verið að tala einhvern sjóð sem Bandaríkjamenn eiga meira að segja að græða eitthvað á. Helminginn að hagnaðan einhverju sjóðu sem á að mynda sem eru hluta af peningum, fristu peningum Rússland sem 100 miljardar, síðan á Evrópusambandið að koma með peninga inn og Bandaríkjanna eiga að stjórna þessu, svo eiga einhverja nefndir Joint American Russian Working Group, það eiga einhverju hópar Rússa og Bandaríkjanna sem eiga að vinna saman og þetta allt í þá átt að bæta samskipti milli Bandaríkjanna og Rússlands, enda það alveg fullkomlega eðlilegt í þeirri stórveldasamkeppni sem eru uppi að þeir bara skipta þessu á milli sín, þeir ætla að fara að vinna saman að málefni Rússlands það ekki. Það talað að Rússland fari Úkraína í 28 punktum að Úkraína fari aldrei inn í NATO og það að hætta að stækka NATO. Ég held að það sé ekki mikill áhugi í Bandaríkjunum að stækka NATO áfram eins og var talað Við sjáum það bara hvernig gengur illa með ríkisfjármálin og það líka þannig að 12 ríki sem stofnuðu NATO á sínum tíma, þau voru 600 milljónir manna í dag, verið 600 milljónir manna, 2000 fjölmiðlar í Bandaríkjunum það bil. Í dag NATO 1 milljarður manna, þannig þetta orðið 3.000 fjölmiðlar heldur en Bandaríkjun, þetta allt sama, Bandaríkjun 340 milljónir pluss einhverjar rúmlega 600 milljónir í viðbót. Þetta orðið svo þung byrði að bera að hann vill ekki stækka NATO lengur, Trump held ég. Hann tilbúin að fallast að þetta NATO-draumar Úkraínu séu horfnir. Hann tilbúin að gefa til land, náttúrulega eins og þú veist, og sem mjög viðkvæmt, Donbass breyta landamærunum. En maður sér á samkomulaginu að þarna á að fara fram samvinna milli Rússlands og Bandaríkjanna þetta mál. Ég ekki að segja að því að skipta Úkraínu á milli sín, en þeir allavega að búa til samkomulag sem væri mjög hagstætt bæði fyrir Bandaríkjanna og Rússland og hagstætt fyrir stórveldasamkeppnina því að Bandaríkin gera sér alveg grein fyrir því að það ekki hægt að reka stórveldasamkeppni í heiminum til lengdar með Kína og Rússland bæði á móti Bandaríkjunum. Það gengur ekki upp og svo líka sambandið milli Bandaríkjanna og Indlands ekki gott í dag. Þannig að hann hlýtur að sjá það og það sem að Vesturlönd eða það sem að í Evrópa ekki, eins og mann áttis ekki á því að Rússland mikilvægara fyrir Bandaríkin til lengri tíma heldur en þessi lönd sem eru í NATO allavega tökum Eystrasaltsríkin og svo framvegis eða jafnvel Pólland. Það mikilvægara hagsmunamál upp fyrir stórveldasamkeppnina og þau átta sig ekki alveg á því að það mikilvægt fyrir Bandaríkin til lengri tíma að ná betri samskipti við Rússland. Manni hugnast þetta kannski ekkert, en bara út að horfa stórveldasamkeppni út frá hagsmunum Bandaríkjanna að þá væri gott að fá samkomulag þar sem að þeir eru að fara vel út úr þessu, þeir losna við að vera með frekar aðstoð við Úkraínu og Úkraína fellur ekki öll, þannig að þeir geta náð þessum auðlindum sem þeir voru búin að semja við Úkraína, fá það tilbaka, þeir ná þeim, þeir verða að stjórna einhverju sjóði sem á að byggja upp Úkraínu, fá 100 miljardar frá Evrópusambandinu inn í það sem ég skilti að Evrópusambandinu hafi sagt að vera í það ekki, fá peninga þarna inn og svo geta það selt Evrópuvopn. Þeir eru með, þetta mjög gott fyrir samkomulag fyrir Bandaríkin. Fyrir Rússland sögðu þetta væri nokkurn veginn aðgengilegt fyrir þá. Hins vegar fyrir Úkraínu og fyrir Evrópu þetta ekki hagstætt, en bara málið það að Evrópa var með þá stefnu að dæma sig úr leik, bara að tala ekkert við Pútín og eiga engin samskipti við Pútín, hann væri bara Hitler og hann ætti að vera í fangilsi. Það var nálgun og ætti ekki að tala við hann, en Trump, núna þetta svo segir, Trump þannig, hann að skipta skoðun á klukkutíma fresti eitthvað, það mjög erfitt að átta sig á honum, því hann kemur með eitthvað í dag og segir bara að þið verður búin að samþykkja þetta fyrir Thanksgiving eða fyrir bara þakkargjörðardaginn í Bandaríkjunum. Svo dregur hann í land með það. En það sem að Trump hefur fram yfir Evrópuleiðtogana það að hann tilbúinn, hann skammast í fjölmiðlum út í Pútín, en hann alltaf tilbúinn að setjast niður með
andstæðingnum eða að taka upp talsamband í síma og það það sem hann hefur einokun á því að tala við Pútín í síma málin og reyna að leysa þau en Evrópa einhvern veginn búin að dæma sig úr leik en vill samt vera að ráða hlutunum og svona vinir kemur fram sem vinir Úkraínu en það alveg ljóst ef þú ert að horfa á hagsmuni Bandaríkjanna að þá ekkert slæmt fyrir Bandaríkjanna að ef þeir fá nógu gott út úr þessu samkomulagi sjálfir, láta Evrópu borga, ná svo betri samskiptum við Rússland og Trump var mjög óánægður á síðasta G7-fundi að Pútín væri ekki þarna. Það kannski kann að hljóma einkennilega en hann kvartaði alveg sérstaklega yfir forsætisráðherra Kanada hvers vegna Pútín væri ekki þarna og það hefði verið mikil mistök að víkja Rússlandi úr G8. Þannig þetta bara stórveldasamkeppni og Trump ekkert að reka einhverja góðgerðarstofnun, hann að reka bara harða stórveldasamkeppni og hann bara að reikna út hvernig get ég styrkt stöðu Bandaríkjanna og hann gerir þetta svona, ég meina samkomulagið hefði aldrei lekið, ég meina þetta lekur út svona og þetta fyrir, þú sér að þetta bara Rússarnir bara getur samþykkt þetta með frekar litlum breytingum, en ég á voðalega erfitt með að, sko það alveg hreint að Evrópusambandið þetta bara landamæran verður ekki breytt, það var þið sagt, og það mjög mikil harðlínustefna eins og staðan í dag, þú getur ekki samið að Rússarnir hörfi til landamæran 1991, það algjörlega út í hött að reikna eins og staðan í dag og síðan vilja eru þeir að berjast að fá þennan sjóð þessar fristu 200 milljarða sem í Brussel og svo framvegis og vilja Úkraína eigi opna leið inn í ES, ekki bara inn í ESB heldur líka inn í NATO, þannig að mér finnst að bera mjög mikið á milli og mér kemur mjög mikið óvart ef það samkomulag á næstunni það að varðandi landamæri milli Rússlands og Úkraínu við stuðningi Evrópusambandsins að það samkomulag það að Úkraína fara aldrei inn í NATO, að það samkomulag það að her Úkraínu, mér finnst þetta 60.000 hermenn vera þó nokkuð mikið, en að Rússland geti ráði því hvaða vopn Úkraína með og hvað marga hermenn, ég held að það sé líka frekar erfitt, þannig að ég hef ekki séð fyrir mér að það sé að smetla saman samkomulag, en þetta getur komið á óvart. Einlega til þess að með þetta að Trump sá eini sem að talar við Putin og Evrópu hefur kosið að gera það ekki, að það sé bara tilgangslaust og það þarf lendi ekki aðili að neinum samningum. Það sem í þessu punktum náttúrulega afrakstur margra mánaða samtala. Ég meina að Bandaríkjamenn vita sirka hvernig samningur þarf að vera til þess að Rússar geti samþykktan og þeir stilla honum upp að Rússarnir fái nógu mikið og Bandaríkjamenn fái nógu mikið og ganga eiginlega frá samningnum eins og þetta sé friðarsamningur á milli Bandaríkjanna og Rússlands. Úkraína eiginlega ekki aðilega að þessu og það eins og sem litið á að þetta stríð hafi raunverulega fyrst og fremst verið stríð á milli Bandaríkjanna og Rússlands og nú sé að vera búa til frið þeirra á milli og nú margir í Bandaríkjum sem bentu á það, þetta væri frábært stríð fyrir Bandaríkin því að þarna væru Úkraínumenn raunverulega berjast fyrir okkar hagsmunum og það væri ekki okkar drengir sem væri falla heldur úkraínskir hermenn. Og einhver leiti þá þetta að líta á þennan samning þannig að þetta eiginlega bara endalok á samningnum. Bandaríkjamenn geta slökkt á stríðinu með því að draga tilbaka hernaðaraðstoðina við Úkraínu og þeir gera það með þessum hætti og Úkraína stendur núna frammi fyrir því að þurfa að kyngja því eða hafna því og treysta þá á það að Evrópa geti stutt á með sama hætti og Bandaríkjamenn hafa gert hingað til sem að ég ekki viss að Úkraínumennum hugnist að horfa til þeirra tíðar að Bandaríkjamenn láti verða hótur sinni og dragi sig algjörlega út úr stríðinu og Úkraínumenn hafi bara Evrópu að halla sér upp að. Þannig að kannski það bara raunveruleikin að þetta var aldrei annað en átök Bandaríkjanna og Rússlands sem að vildi svo til að var háð með úkraínskum hermönnum og úkraínsku landi. Þetta er alveg rétt, þetta er bara side play, hvernig maður að þýða á íslensku. Þetta er bara litla sviðið í einhverju leikhúsi. Stóra sviðið stórveldasamkeppni milli Bandaríkjanna og Kína og Rússlands. Aðalega í Evrópu er þetta barátta milli Bandaríkjanna og Rússlands og í Asíu sem ég þar er þetta barátta milli Kína og Bandaríkjanna. Bandaríkin Kína sem berjast og svo í Evrópu Bandaríkin Rússland.
Og það er alveg rétt að og það kemur að því að sko, það stríðið búið að standa í hér fyrir 4 ár, það kemur að því að stórveldi sem að hefur staðið, svona vorið heitan og þungan að þessu, auðvitað leita á þessu, þetta borgir sig ekki lengur og þá skipta menn á milli sína ykkur afrakstri. Rússar annars vegar og Bandaríkin hins vegar. Þess vegna hefur við verið að tala það í þessum þáttum að það er svo mikilvægt fyrir lönd eins og Úkraínu. Reyndar Úkraína getur varla flokkast sem smáríki í skilningi þess að þetta var 40-50 milljónir, 50 milljónir þegar landið var sjálfstætt 91 og svo framvegis, en það er smáríkið og horfir á hagkerfið, en allavega ef þú lendir á milli þessara tveggja, þá er þetta bara smáríki og það er ekki mjög fátækt og vanmáttugt og með veikar stofnanir og mikla spillingu og náði aldrei tökum á sínum eigin málum eftir að Sovétríkin féllu, að þá bara, mér finnst þetta svolítið, og líka, ég tek líka alveg undir það hjá þér að samkomulagið ber svolítið merki þess, þessi 28 punktar, að mat Bandaríkjanna á stöðunni í Úkraínu sé það að það sé Úkraínu sé mjög illa stödd á vígvöllunum og í stríðinu þurfa að ljúka og það er mannaflaskortur, það er vopnaskortur. Evrópa er ekki að ná að safna þeim peningum sem var vonast til og kaupa vopn frá Bandaríkjunum. Bandaríkin hafa takmörkuð vopnabirgðir til að selja og það þrengir að og þá sé hugmyndin að reyna að ljúka málinu sem fyrst og svo náttúrulega vilja Bandaríkin alls ekki öll Úkraína falli vegna þess að það er búið að gera ráð fyrir því að öll sú aðstoð sem Bandaríkin hafa veitt áður til Úkraínu renni tilbaka í formi auðlinda til Bandaríkjanna. Það er eins gott að svæðin sem auðlindir eru á sé ekki að falla til Rússa. Þannig að sko, mér finnst þetta rétt sko, að annars vegar þeir meta stöðuna slæma fyrir Úkraínu, það þurfi að hafa hraðar hendur og þeir láta þetta fara og mér finnst þegar þú ert búin að láta svona samkomulag fara út og þegar að búið að segja, sagði ekki Trumpa eitthvað þá leið að það var lýst einhverjum stuðningi við þetta, 28 punkta, að þegar búið að gera það, þá hefur ekkert voðalega mikið svigrúm. Þú ert búin að sýna spilin töluvert mikið. Nema það að hvorki Úkraína né Evrópa var borð, en Úkraína hefur ekkert mikil völd í þessu máli. Hún verður eiginlega að sitja og standa eins og henni sagt. Evrópa hefur kannski eitthvað vægi, en það er takmarkað vegna þess að þeir hafa rofið allt talsamband við Rússland. Þeir get ekki haft samband við Putin og farið að ræða við hann samkomulagið beint. En Trump getur tekið upp símann hvenær sem og Putin hinum inn á líðinu til þess að hlusta. Og hann virðist vera að vinna í þessu vegna þess að hann talaði líka við Kína til þess að fá þá einhvern veginn í lið með að reyna að ýta niðurstöðunni í þennan farveg. Trump? Já. Hann talaði við alla. Það er kostur við hann gagnrýnir Kína mjög harkalega en hann er bæði tilbúinn að fara til Peking og hann er tilbúinn að hafa í talsambandi. Hann er í talsambandi við alla. Þetta er kallað diplomacy. Það er eitthvað sem Evrópa er búin að gleyma. Þá ekki að tala við andstæðingana. Putin er bara Hitler og þá ekki að tala við hann og engin samningar og það var bara sigra á vígvellinum. En núna er bara blasir við tapa á vígvellinum og svo þegar Trump er að tala við, þú sér nú hvernig viðbrögðin voru þegar hann bauð til Alaska, að það var algjört sjokk þá og eins og núna þegar þessi 28 punktar þeim er leikið út, þá verður sjokk. En ég meina, hann er alltaf að opna diplómatískar leiðir til þess að reyna að ná einhverju niðurstöðu, en Evrópa hefur algjörlega hafnað því og svo bara kemur reiði frá Evrópu, forsætisráðherra Póllands, það var ekki stærri í samkvæmlega talað að það var að setja staðsýstu orrustuþotur í Póllandi og það var við að tala að Evrópusambandi kemur með 100 milljarða inn í þetta púk og svo var að tala að ráðstöfun á þessum gjaldeyrisvarasjóði sem að Rússland er með hjá í Belgíu, hjá Euroclear í Belgíu að tala það og þá verða þeir ofsa reiðir því að hann er búin að eyðileggja það fyrir þeim, þetta hugmyndum að taka hann að sjóð, lána hann einhvern veginn inn í Úkraínu og líka það að 100 milljarðar, ég sé nú ekki hver Evrópusambandi ætlar að taka 100 milljarðar og svo ætlar Bandaríkin að fá helminginn af hagnaðinum einhvern veginn, það er ekki skilgreint hvað nákvæmlega þeir eiga við með orðinu hagnaðar, profit, það stendur profit
og þetta bara Putin, hann bara Trump bara businessmaðurinn að setja upp sjóð sem Bandaríkin eiga US-led efforts, Bandaríkin eiga stjórna endurbyggja Úkraínu, Bandaríkin var 50% hagnaðanum, svo koma 100 milljarðar frá Evrópu, fyrir utan vopni sem að Evrópa á að kaupa. Þannig að hann búinn að koma sinni ár ansi vel fyrir borð í þessu máli. Hann stillir svo alveg upp út frá US-Russian Investment Vehicle líka á einhverju samstarfsfjárfestingar sjóður fyrir Rússland og Bandaríkin. Þannig þau bara komnir að vinna náið saman þetta kom reyndar í tengslum við Alaskafundin að þá kom í þessi hugmyndum að þeir myndu taka auðlindirnar eða jafnvel fyrr, þetta var eiginlega í vor þessi hugmynd sem að kom að Bandaríkjamenn myndu taka auðlindir í Úkraínu og Úkraínumenn áttu að græða á því að Bandaríkjamenn myndu nýta þetta þannig að þeir myndu lyfta upp efnahag Úkraínu en arðurinn af þessu væri að stórleiti til Bandaríkjana. En þá var sagt að hann var með samkomulag að vinna austanmegin í Úkraínu með Rússum með sama hætti. Þannig að þetta búið að vera... mér skildist að Putin hafi boðið það. Já, þetta búið að vera á borðinu í nokkra mánuði, sko. Já, náttúrulega auðvitað vantar Úkraínu erlenda fjárfestingu og erlend fyrirtækin í landið, en það er náttúrulega spurning hvernig þessum auð skipt og náttúrulega ætti fyrst og fremst rentan að þessu eða þessi auðlind ætti fyrst og fremst að renna til Úkraínumanna, en það ansið mikil hætta á að það verði ekki, en það vekur samt athygli, það er verið að tala velega mikið með þessar auðlindir í Úkraínu sem eru gríðarlega miklar, gas í kringum Krímskagan og Donbass, kol og alls konar málmar, mikil verðmæti sem talaður en Úkraínu sjálfri tókst ekki að nýta þetta fyrir almenning á 30 ára sjálfstæði landsins. Þetta rann allt í vasa, það sem það var rann í vasa einhverja fárra aðila. Það mældist ekki í hagvexti eða neinu. Þannig að þið þurfu erlenda fjárfestingu en auðvitað hætt á því að land með mjög veika stjórnsýslu og það sem mikið spilling að það verði þannig áfram að þetta renni í vasa fárra aðila innlendra og erlendra og almenningu fái lítið út úr þessu, það er hætt á því. En þetta náttúrulega Trump þetta samkomulag hefur alveg til fingra fyrir mann sem er í viðskiptum og vill svona transaction based að Trump hugsar alltaf ykkur milliverslun, hvað fæ ég í staðinn fyrir það sem ég er að gera, ég verð að fá hagnað eitthvað fyrir mitt og það er það sem er voðalega mikið þannig og það er ansi hætt við því að Úkraína fari ekki vel út úr. En það ætla ég að segja það bara alveg hreint að Úkraína skiptir ekkert svo miklu máli fyrir Bandaríkin, það er aldrei gert. Með Bandaríkin hafa aldrei haft áhuga á Svartahafinu, mér vitanlega, aldrei haft áhuga á þessu svæði. Þeir hafa aðalega áhuga á Austur-Asíu núna vegna uppgangs Kína, á ASEAN-fundinum sem var fyrir nýlega, þá lögðu Bandaríkin mikla áherslu á það að ASEAN-löndin 11 sameinuðust gegn Kína sem að þau vita sjálfsögðu, þau vita algjörlega að þau vil ekki klemmast á milli og þau segja lítið en ger ekkert í það átt. En Úkraína er bara dæmi land sem klemmist á milli stórvelda og afleiðingarnar verða alveg skelfilegar. Það er bara mjög einfalt og ég held að það sé bara mjög einfalt það sem er að gera, það er bara komið að endastöð og Trump er að búa til díl og er að vinna með Rússum að leysa málið eitthvað sem er hagstætt fyrir báða og það sem ég óttast í þessu er hagur Úkraínu og ég óttast líka hag Evrópu og ekki Evrópu í kjölfarið. Það er augljóst að þessu að Trump lítur á að þetta sé deila sem að hann geti leyst með Putin og síðan sé það hans hlutur bara að tróðu sofan í kokið á Úkraínumönnum fyrst og fremst. Og maður heyri það ég meina, þótt að Evrópumenn hafi komið með sína útgáfu af þessu, að þá var það ekki sem var til umræðu í Genf. Það var umræða milli Bandaríkjanna og Úkraínu það hvort það ætti að hnika eitthvað til þessum upphaflegu punktum. Ég held að tillögur Evrópu hafi raunverulega aldrei verið til umræðu. Því Bandaríkjamenn líta svo á að þeir verði að komið svo ofan í kokið á Úkraínumönnum og svo verði Úkraínumenn bara að eiga það við Evrópu að fá stuðning við það val sem þeir velja og þetta endrómar svolítið í ummælum allra leiðtoga Evrópu sem að segja að þetta sé fyrst og fremst ákvörðun Úkraínu og þar fram eftir götunum. En ef það er þannig að Úkraínumenn geta ekki sætt sig við þetta, að vera svona fórnarlömb í
þessum stórvelda átökum og landinu sé skipt og arðinum af auðlindum sé ráðstafað einhver leyti út úr landinu marga næsta áratugi og þeir neita þessu. Og þá gerir ég ráð fyrir því að Bandaríkjamenn láti verða hótur sinni að við sem ekki að horfa á kannski í þriðja skipti á þessu ári þar sem að Bandaríkjamenn hóta að draga sig algjörlega tilbaka en hætta svo við að ef þeir draga sig algjörlega tilbaka getur Úkraína varist Rússum með stuðningi Evrópu? Nei, ekki til lengri tíma litið. Þeir eru að tala að taka tilbaka, ég held að það hafi verið lítið af takmarkaða vopnum sem hefur farið frá Bandaríkjunum til Úkraínu eftir að Donald Trump tók við. Síðasti stóri pakkin var undir Biden, $60 milliardar. En ég held að núna snýst þetta það að þeir eiginlega stýra svona loftvarnakerfinu og eftirliti með andstæðingum. Þannig ef að þeir myndu draga það tilbaka, að þá væru eiginlega Úkraínumenn orðnir blindir í baráttunni. Já, það er það sem að Trump sagði við Zelenski í Hvítahúsinu á frægum fundi þar sem voru að rífast. Ég held að hann sagt ekki við hann að þá leiðu halda áfram að berjast í 3 ár eða eitthvað sagði eitthvað svoleiðis. En þá bara fellur öll Úkraína. Þannig að ég meina Úkraína gæti ekki ef Bandaríkin myndu skrúa held ég á alla aðstoð fyrir Úkraínu, jafnvel þó Evrópa myndi vera þarna eitthvað, ég hef ekki trúað því að Úkraínumenn myndu standast það mjög lengi. Það er ekki og þess vegna sagði Zelenski eitthvað á þá leið í sínu ávarpi til þjóðarinnar að þeir hefðu val á milli þess að missa sinn mikilvægasta bandamann sem eru Bandaríkin eða horfast í augu við einhvern hrikalega erfiðan vetur. Og nú náttúrulega að vera kalt í Úkraínu, desember, janúar, febrúar óbáslega kalt þarna og það er búið að eyðileggja meira og minna orkuinnviðina sem var búið að endurbyggja hluta og eyðileggja þá aftur og þannig að vetur í hann Zelenski er búin að segja að hann verður gríðarlega erfiður og að spurningin hvað gerist. Ég held að menn sé að reyna að flýta sér að semja en auðvitað er það Úkraína sjálf sem að ræður endanlega hvort hún vill halda hún að berjast með minkum eða algjörlega að Bandaríkin hætta styðja Úkraínu. En það er samt sem áður, það sem er erfitt í þessu líka er það að Donald Trump skipti svo oft skoðun. Það er eins og hann hafi bara skoðun eftir því sem hann talaði við síðast. Og hann var komið með þá skoðun að þetta væri bara samkomulag sem að 28 punktar sem þeir eru að samþykkja það ekki. Bara það sem hann heyrði. En svo fór hann að segja að þetta er ekki endanlegt og þá hefur hann fengið einhver símtöl frá Evrópu, frá kanslara Þýskalands og einhverjum fleiri aðilum. Þá var hann allt í einu komið einhverju aðra stefnu og svo var ég að hlusta á Marco Rubio bara það sem hann var að tala í utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna, State Department og þá var hann að tala þetta tæki nokkra daga í viðbót og svona, þetta orðið svona svolítið óljóst og við vitum það að J.D. Vance sem að telur leiðtoga Evrópu vera misheppnaða, óraunsæja, hann vill klára þetta og þá held ég að hann hafi stutt 28 punkta á meðan að Marco Rubio hefur meiri samúð með sjónarmiðum Úkraínu alveg eins og Keith Kellogg sem að hætta líka í janúar dragast út úr þessu. Þannig að valkostir Úkraínu eru kannski þeir valkostir sem að Zelenski stilt upp í ávarpinu var það að missa Bandaríkin og horfa fram á erfiðan vetur sem að þýðir eiginlega bara hryllilegt stríð eða að missa sjálfsvirðinguna og gefa eftir land. Millikosturinn sá að vinna með Marco Rubio að því að breyta þessum punktum þannig að Rússarnir hafni þessu með þeim og gera það með þeim hætti að Trump láti ekki verða hótun sinni að draga sig tilbaka. Að það er kannski svo leið sem að Úkraínumenn eru í rauninni að reyna að feta og það sem að Evrópuleiðtogarnir eru að vona að verði ofan á að það sé þetta spila inn á þessa tvöföldu utanríkisstefnu sem að Bandaríkin virðast vera með, það bara fyrir eftir í hver talar, hver er stefnan, að reyna að vinna með þannig að stríðið þá haldi áfram, ekki með allt og miklu tapi í Úkraínu og að kannski ef til vill einhver staðar í framtíðinni verði einhver lausn sem að verði viðfeldari en liggur á borðinu núna. Já, Trump stendur frammi fyrir því að hann er ekki bara að berjast við takast á við Evrópu og fá þá til að fallast á
einhvers konar málamiðlum og Úkraínu, hann líka innan hús átök í Hvíta húsinu. Hann með ólíka hópa og líka í þinginu, það sem ólíkir hópar að takast á og mestar áberandi núna eru Marco Rubio utanríkisráðherra og J.D. Vance varaforseti, að þeir eru með ólíkar skoðanir. En svo bara Evrópa með svo mikið harðlínu fólk eins og Kaja Kallas og slíka aðila, von der Leyen, þau eru öll, Ursula von der Leyen, þetta fólk allt saman með mikla harðlínustefnu og vill ekki gefa neitt eftir og segir bara það á ekki að vera verðlauna þann sem árásaraðilann og þá má ekki breyta neinum landamærum og eru með kröfur sem ég get ekki ímyndað mér að Rússarnir samþykki. Þess vegna hef ég verið að segja að miða við það, nema að vera einhver grundvallar breyting á viðhorfi þessara aðila sem mér finnst alltaf skrítið ef það að verða, þá verður þetta frekar frozen conflict, þar að Rússarnir halda áfram að berjast, taka það sem þeir vilja ná og treysta sér til og svo kemur einhvern tímann að því að stríðið það fjarar út smátt og smátt og hættir á einhverju stað og það verða landamæri sem verða síðan ekki viðurkennda Vesturlöndum. Mér finnst það líklegast, en mér finnst þetta bera svo mikið á milli aðila, sérstaklega með að gefa til land og svo þetta með NATO-aðildina að Evrópa vildi halda því opna og Úkraína gæti farið inn í NATO og náttúrulega Evrópa að tala við Zelenský og fá hann til þess að samþykkja það og það líka þær kenningar uppi að sumir leiðtogar Evrópu vilji halda stríðina áfram lengur til þess að vinna meiri tíma fyrir sjálfan sig að undirbúa sig sjálfa fyrir átök og þannig að það sé betra að halda Úkraínu gangandi og því það er sumir leiðtogar Evrópu trúa því að það verði bara innrás inn í Evrópusambandsríki og NATO-ríki bara alveg ekki svo langt í framtíðinni. Eystrasaltsríkin virðast trúa þessu stjórnvöld þar og Pólland og jafnvel fleiri ríki virðast búast við árás. Eystrasaltsríkin eru langt viðkvæmust, það er oft talað Eistland og Lettland sem og reyndar Litauen líka, þetta allt mjög viðkvæm svæði upp á það að gera. Þeir vilja vinna tíma og það sé skárra að eyða peningum, það sé góð fjárfesting að eyða peningum til að kaupa vopn til þess að láta Úkraínu berjast þá þurfa þeir að láta vopnin ekki að fórna mannslífum og þannig mér finnst svolítið eins og Evrópa sé að setja þannig skilyrði að það sé útilokað að ná friðarsamningum og það líka gjörsamlega útilokað að fá vopnahlið. Landið sem telur sig vera sigra eða bera yfir höndina vill venjulega ekki vopnahlið, þeir vilja halda áfram ná sínum markmiðum og það held ég það sem að Pútín að gera eins og sér núna að þrátt fyrir þessi verið að ræða friðarsamkomulag þá eru mjög harðar árásir á Úkraínu nánast bara hvern einasta dag. En ef að þetta líklegast að niðurstaðan að haldi áfram stríðið með sama hættu og undanfarið og við gerum ráð fyrir því að varnir Úkraínu séu svona heldur að veikjast, telurðu að Rússar muni halda áfram þar þeir eru búin að taka alla Úkraínu eða munu þeir stoppa þegar þeir hafa búin að taka þau svæði þar sem að meiri hluti íbúana eru rússnesku mælandi, að þeir metið að það eru svæði sem þeir gætu haldið í sátt við íbúana á meðan að kannski þú komið mjög austarlega í landið að þá erfitt að sjá fyrir sig hvernig hernám gæti gæti haldið í óþökk allra íbúa. Og það er í vesturhlutanum sem að Úkraínumenn búa í meiri hluta. Austurhlutanum var það þannig, í austurhlutanum það mikið fólkinu bara farið. En austurhlutanum það voru þetta mikið rússnesku mælandi og það sem kallar ethnic Russians og svo vesturhlutin við landamæri Póllands og Hvíta-Rússlands, þar voru þetta meira Úkraínumenn eingöngu. Og það er alveg rétt sem þú segir, ef að Pútín myndi reyna að taka þann hluta sem að Rússar í miklu minni hluta og Úkraínumenn í miklu meiri hluta, þá það ægilegur hausverkur að bæða ná því svæði og að halda því. Það er alltaf svo mikil andstaða. Fyrir utan það að þetta líka spurningin hvar eru auðlindir þú veist að þú sérð alveg á þessu að Bandaríkin og Rússland að takast á við auðlindir. Ég meina, Bandaríkin vilja segja við erum búin að láta svo mikla peninga og þeir einhverja 100 milljarða fá tilbaka í auðlindum og svo vilja
vera með uppbyggingasjóðinn og nýta auðlindirnar og vera fjárfestingasjóðinn, stjórna honum með Rússum og svo framvegis. Og Rússarnir eru að taka Donbass, það snýst iðngerð og auðlindir. Þeir vilja ekki sleppa Krímskaganum að það hafnaraðstæðan, það líka gas þarna ekki talið verið í kring töluvert miklar auðlindir sem að gætu verið, sem að þeir hafa áhuga á. Það snýst voðalega mikið það. Ég held sér rétt Matthías að taka vesturhlutan, það sem eru eiginlega eingöngu Úkraínumenn, það mjög erfitt að halda því svæði. Ég hef alltaf haft efasemtur að Rússar vilji það. Ég hef sér algjörlega að trúa því þeir vilja taka Odessa. Þá eru þeir búin að taka sko alla ströndina með Svartahafinu og þá eru þeir búin að tengja sig við Moldóvu, þar sem þeir eru með svona Breakaway Republic sem eru hluti af Moldóvu, eru umverulega undir rússneskri stjórn, tengja það saman og konu með aðgang með allt Svartahafið. En þá bara Úkraína orðið sko ósjálfbært hagkerfi bara taka þeim auðlindirnar, taka þeim aðgang á sjó og ímyndaðir hvernig ef þeir gátu ekki með allt landi sem var eins og 91 einu sinni sko aukið hagkerfi skrapp saman sko. Landsframleiðsla meðaltekjur á mann minnkuð á 30 árum sem alveg, það ekkert mörg dæmi í hagsögu heimsins sem finnur svoleiðis 30 ára tíðanbæra sem engin hagvöxtur á meðaltali. Hann neikvæður umverulega. En hvernig heldur það verði þegar þeir verða með það, verður landlugt land og það sem búið að útmiða öll svæðin það sem eru auðlindir að taka það annarkvort af þeim eða það komið samningur að annað land fá að nýta það sem ekki búið að taka af þeim. Þannig að þetta ekki mjög glæsileg framtíð fyrir Úkraínu. Þetta geti gerst ef að Rússar geta haldið áfram að sækja og við gerum ráð fyrir því að varnir Úkraínu munu veikjast og stríðið heldur áfram. Eitt sem að menn segja sem að telja ekki vera tímabært að gera friðarsamninga núna er að Rússland alveg við það að hrynja. Þannig að þetta væri algjör mistök að semja frið við Rússa núna. Það akkurat það sem þeir vilja vegna þess að þeir hafi ekki bolmagn til þess að halda stríðinu áfram. Þeir eru einangraðir á alþjóðavettvangi, efnahagurinn þeirra hruni kominn, 40% landsframleiðslu fer til þess að viðhalda þessu stríði og þar fram til götunum. Hvað segirðu við þessum rökum? Já, það eru veikleikar í rússnesku hagkerfi, það alveg klárt. En það búið að segja þetta í 4 ára Rússland sé bara alveg að hrynja og hagkerfi sé bara skilur á síðasta snúningi og allt þetta og maður bara velti því sem segir Bandaríkin með dýrasta heilbrigðiskerfi í heimi sem virkar ekki og þeir eru með ofboðslega dýra mikil útgjöld til varnarmála. Og nú búin að breyta varnarmálanum í stríðsráðuneyti. En maður velti fyrir sig hvað að bandaríska hernum að fara til Víetnam á svona tíma og tapa því stríði, fara til Afganistan, vera þar í 20 ár og tapa því stríði. Það eitthvað, ég átta mig ekki alveg á þessu. Þetta er voðalega flókið staða. Og svo það náttúrulega með Rússland að þó að það sé óvissa hjá þeim þeir náttúrulega eru algjörlega í svona bakgarði að eiga við Úkraínu og meðan Bandaríkin eru langt í burtu. Ég sé ekkert í gögnum, sko, ég hef ekki farið til Rússlands til að reyna að meta þetta sjálfur en ég fara ykkur á könnun en ég bara skoða þjóðhagsreikningana hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og það hagvöxtur í Rússlandi, það eitthvað mjög lágur, samkvæmt þeim. Og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum með stjórnaða mjög leita Bandaríkin ráða langmestu þar. Og bara ef við skoða gagnagrunn Alþjóðagjaldeyrissjóðs yfir Rússland, gögnin sem þeir eru með og þeir eru með fólk fastanefnd og þeir eru að fylgjast með Rússlandi, þá sér ekkert að það sé bara hægi mjög mikið á hagvexti í það, en hann samt til staðar, kannski 1%, 1,5%, eitthvað svoleiðis á stundvelli. Og það bendir ekki til hruns og svo líka bara búið að beina alþjóðaviðskiptunum í aðrar áttir og ég held að Kínverjar, sem nefndi þá áðan, að þeir mun ekki vilja sjá Rússland hrynja, þannig að þar eru mikil viðskipti á milli og svo náttúrulega eru Rússlingar, þeir eru að framleiða, þeir eru búin að setja mjög mikið í herinn, þeir eru líka að selja svakalega mikið af vopnum, þeir eru að selja löndum eins og Indlandi og
Víetnam var að gera stóran samning við að kaupa orrustuþotur og svo framvegis. Þannig að mikið af því sem þeir eru að framleiða í hernaði verður útflutningsvara fyrir þá. Við þarf hafa ákveðna tæknilega yfirburði í hernaði frá Sovéttímanum og hafa þróaða með sér. Þannig að stór hluti af tekjum, eða tölvöld stór hluti af tekjum Rússlands verður vopnasala til landa sem og þá kannski sérstaklega hérna í Austur-Asíu að lönd eru að kaupa vopn frá Rússlandi. Þannig að það ekki víst að hagkerfið hrynji þó að það sé hærra hluta hagkerfisins snúist hernað. En ég held samt sem áður að það alveg örugglega veikleikar í rússneska hagkerfi. Það eru verðbólga og alls konar óvissu þættir sem að þeir eru með. Þannig ég held að þeir vilji sem sagt semja og þeir með þess að 28 punktar þá verður öllum viðskiptaþvingunum aflétta Rússlandi smátt og smátt. Ég held að þeir vilji það. En ég held líka að það sé mjög hæpið að viðskiptin við Evrópu verði eitthvað í líkingu við það sem þau voru áður. Ég meina Evrópa er svolítið að stimpla sig út hjá hvað það varðar að það Nord Stream 2 var eyðilagt og svo framvegis og það er alls konar hlutin að gerast. Þannig að ég held að það er mjög hæpið að það verði viðskipti við Evrópu muni fara í eitthvað svipað horf í náinni framtíð, jafnvel þó þess að viðskiptaþvingunum verði aflétt. Og það er bara þannig að þegar þú komið með fjölpóla heim, þá hefur bara landið svo Bandaríkin ekki þau völd sem það hafið áður og getur ekki haft þau áhrif sem það hafði til þess að ná fram sínu gagnvart landið sem Rússlandi. Þeir hafa bara útgönguleið og hafa nýtt sér það. Og það þjónar ekkert hagsmunum Kínverja að sjá Rússland hrynja vegna þess að það myndi hafa mjög slæm áhrif á Kína. Náttúrulega er bara ein risastór verksmiðja sem hefur gríðarlega mikið þörf fyrir hráefni, olíu og gas og alls konar málma frá Rússlandi og það yrði áfall fyrir Kína ef að Rússland myndi vera að hrynja eitthvað. Þannig ég á erfitt með að ímynda mér þetta en ég meina, maður heyrir samt mikið talað þetta að Rússland sé að hruni komið. Sumir þeir sem að halda því fram að Rússland sé alveg að hruni komið, halda því jafnframt fram að Rússar ef að verður sami núna á þeim nótum sem að Trump laði til, að þá sé bara stutt að bíða þá til að Rússar ráðist inn í Eystrasaltslöndin og Pólland, jafnvel Finnland. Sumir tala bara eins og að Rússar getur tekið bara París og gert svo drónárásir á London. Hvernig fer þetta saman annars vegar að Rússland sé komið að fótu fram en sé jafnframt að það geti bara valtað yfir alla Evrópu? Já, það er voðalega mótsagnakennda sem er að heyra þessu og bendir á. Að það er verið að tala að Rússland sé að hruni komið, aðra hliðina, en svo er talið að Rússland hafi þann styrk að það geti bara valtað yfir bara alla Evrópu. Þetta er 145 milljónir, þeim fyrir frekar fækkandi. Og hagkerfið, eins og segi, það er einhver hagvöxtur, hann er lítill. Maður skilur þetta, þetta er voðalega mótsagnakent, allt saman og allt sem að kemur frá Evrópu, þetta er voðalega skrítið, annars vera landið sé að hrynja, hins vegar að það sé raunverulega að yfirtaka alla álfuna og Evrópa, Evrópusambandið hefur 450 milljónir manna og alla Evrópa, eitthvað 700 milljónir. Það hafi styrk til að gera þetta, að vísu virðast þeir vera, herinn þeirra er miklu fjölmennari heldur en stærstu ríki Evrópu eins og Þýskaland og Frakkland og Bretland hafa bara eitthvað smáheri í samanburði við Rússland og við erum að athuga það að Sovétríkin þau áttu langstærstan þátt í því að fella Þýskaland nasisma sem töpuðu 27 milljónum manna meðan að Bretland og Bandaríkin töpuðu hvortu sig innan við 500 milljón. Þannig að Rússar eru vanir að færa mjög miklar fórnir en ég á voðalega erfitt með að ímynda mér að Rússland geri það því að landið er svo stórt að landfræðilega það er álíka stórt og Bandaríkin og Kína til samans og þeir eiga gríðarlega miklar auðlindir og eina ástæðan fyrir því að þeir eru svona nánu samstarfi við Kína er það að þeim skortir svo mikið vinnuafl og þess vegna Kína hefur vinnuaflið, Rússarnir hafa auðlindirnar og þess vegna vinna mjög náið saman. Ég á voða erfitt með að ímynda mér að það verði að Rússar hafi fara að reyna að leggja alla Evrópu undir sig. Hins vegar
vegna þess hvernig átökin eru orðin mikið spenna að þá geta brotist út átök víða, til dæmis bara á Eystrasaltinu, vegna þess hvernig ástandið er það geta brotist út átök við Hvíta-Rússland, milli Pólandi, það ekki Kaliningrad svæði sem er hættulegt og svo framvegis. Þannig að landamæri Finnlands, norðurlandamæri við Rússland, norðurlandamæri Noregs, það er bara orðið svo mikið spenna bæði á hafi og á landamærum að það getur orðið átök, og margir óttast það að Rússar hafi jafnvel áhuga á því að veikja NATO með því að taka einhvern hluta af Eistlandi eða Lettlandi og láta reyna á það hvað verður gert, hvernig NATO mun bregðast við, hvort að NATO mun raunverulega bregðast við samkvæmt 5. grein sáttmálans. Það getur vel verið eitthvað svoleiðis gerist. En mér finnst, svoleiðis erjur geta átt í stað og einhver átök, auðvitað geta þessu síðan breiðst út, en mér finnst voðalega langsótt að Rússar hafi getu til þess að taka leggja Evrópu undir sig. Þú sér að við erum að tala um eitthvað rúmlega 20% af Úkraínu sem er búið að taka yfir á þetta er að vera 4 ár. En það er fólk sem trúir þessu. Og sama fólki og segir að Rússland sé að hrynja. Það er eitt sem kom náttúrulega í ljós þegar þessir punktar Trump fóru á flug, að það kom maður heyrði annars konar tón varðandi endurmat á NATO í Evrópu, og ég heyrði það til dæmis frá Mette Frederiksen sem var að tala um að þetta væri hryllilegar fréttir fyrir Úkraínu, líka Evrópu og sérstaklega Danmörku, og var þá að vísa til þess að þarna er náttúrulega burðarbeinið í NATO eiginlega að fara gegn evrópskum hagsmunum. En það er kannski efni bara í næsta þátti af okkur, Hilmar, að tala um, og þá kannski er komið eitthvað fram hvar þetta mál endar. Þú ert eiginlega á því að þetta endi á sama hátt og hingað til, þegar þetta hefur litið út fyrir að eitthvað myndi gerast í Úkraínu, þá endar það með því að gerist ekkert sérstakt, að það er raunverulega svo langt á milli krafna Úkraínumanna og Rússlands að það er eiginlega ólíklegt að það náist eitthvað eðlilegt samkomulag, og þá er valkosturinn áframhaldandi átök alltaf líklegastur. Er það ekki ef ég dreg saman? Jú, ég held að það er rétt með aðtjáður, það er líklegast að það haldi ára, það ber svo mikið á milli, nema að víglínan hjá Úkraínu hrynji í alveg. Og þá gæti ef það gerist, að þeir eru alveg á síðastunningi og víglínan hrynur alveg og þeir eru komin í staðanir orðin algjörlega vonlaus, að þá gæti Úkraína farið að samþykkja eitthvað sem að hún gerir ekki núna. En þannig að það geti gert, en allavega eins og Evrópusamband er að tala við Úkraínu og eins og Úkraína er að tala sjálf, ég bara heyrði til dæmis hvað forseti þingsins að sagði bara nýlega, mætti ekki breyta neitt landamærum, Úkraína geti ákveðið hvort þú farið í Evrópusambandið eða NATO, og Úkraína geti haft einn stóran her eins og hann vildi. Hann talaði bara um þetta ekki að gefa neitt eftir. Þannig að þá sé ég bara ekki hvernig þetta endar sem frozen konflikt á einhverjum stað, og þá er bara spurningin hvað Úkraína mun tapa miklu landi áður en það gerist. Þetta kemur allt í ljós, þangað til mun örugglega verða fréttir í allar áttir hvað er umverulega verið að semja og hvernig þetta geti endað, en ég fæ að slá á þráðinn aftur til þín þegar eitthvað fyrir að skýrast. Þetta er nú spennandi dagar, það getur vel verið að við reynum kannski aftur í þessari viku. Já, takk fyrir það. Takk til það. Heyrjumst, takk. En við ætlum að halda áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heim sem er alltaf að breytast. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is